við síðastliðið sumar þá fluttum við fræðslusýningu safnsins yfir í svokallaðan gærukjallara við Hvammstanga í nýtt og betra húsnæði. Bjóðum við upp á mun svona stærri sýningu og betra aðgengi eins og fyrir fatlaða og fleira. Svo í kjölfarið því sem þetta snýst kannski svolítið þessar bíósýningar sem við erum að byrja með núna. Það kom svona spjall upp hjá mér og stjórnarformannum í sumar þegar við vorum í meðflutningunum að það var gaman að geta nýtt þennan bíó- eða ráðstefnusal til annarra nota heldur en bara til sýninga á þessum myndum sem við erum með fyrir ferðamenn á meðan að safnið er opið. Það er að segja hafa einhver afþreyingarkosti í boði fyrir 17 þegar safnið er svona alveg að loka og þá svona datt okkur í huga að það væri sniðugt að vera með til dæmis bíó og ég búinn að vera svona að skoða þetta svona í haust svona annars slagið hvað þarf að gera til þess að vera með svona bíó og þetta er nú svona í eðli sínu ekkert mjög flókið. Töluvert dýrt samt, þannig að þetta er ekkert mikil fjárhagslegur ávinningur fyrir okkur að vera með þetta, heldur þetta bara meira svona samfélagslega svona hugsun hjá okkur og bjóða upp á bíósýningar. Og það er þetta fórsenda fyrir því að sýningin, að bíó geti gengið að fólk mæti og núna erum við með fyrstu sýninguna í mæta og með fullasa það er 2 sæti laus af 37 fyrir sýninguna. 4 sæti laus núna seinni sýninguna, þannig að ég er rosalega þakklátur fyrir þessi frábæra mætingu og ég vona bara að sveitungar eigi að taka þessu framtaki okkar vel og býð bara alla hjartanlega velkomna til okkar og ég mun að auglýsa síðar næstu sýningar.